Þá komið að því að fjalla bækur og nú ætlum við að fjalla ekki litla bók. Þetta svona svaka hlussa eins og sagt bókin Börn í Reykjavík, skrifaði Guðjóni Friðrikssyni sagnfræðing. Þú nú ekki óvanur að gefa út svona stóra bækur? Nei. Og nú er kannski með stærri þessi. Já, hún það nú, en þó hafa það nú verið stærri. Þetta áhugavert efni. Þetta fjallar börn í Reykjavík frá svona seinni hluta 19. aldar til okkar daga. Já. Og það sem að mig eiginlega forvitin að vita bara hugmyndin eða fyrirbrigði barn. Er það ekki allt öðruvísi, hvað ég var að segja, 1870 heldur en 2024? Jú, það má nú eiginlega segja, það hefur náttúrulega orðið mikil þróun í bara réttindum barna. Já. Og á þessum tíma þá voru bara börn framlengingaforeldrum eða eignir eða hvað má kalla það, Já, vinnuafl. Já, vinnuafl meðal annars. Það var náttúrulega oft kærleikur en reyndi ekki alltaf. Nei. Og það svolítið skemmtilegt að sjá myndir af sérstaklega fátækum börnum á svona undir aldamóti 1900 að þau eru klædd nákvæmlega eins og fullorðið fólk. Það eru stúlkurnar með skuplur og í síðum kjólum og þannig að þetta bara eins og svona strákarnir í frakka og bússum. Já, eitthvað svoleið og með sixpensara. Já, sixpensara Þetta eiginlega eitthvað sem menn setja upp þegar þeir missa hárið. Það þarna ein mynd af fátækum börnum frá 1885 held ég. Greinilega tekin af útlendingi af því að fátæk börn voru ekki myndefni Íslendinga. Og hún mjög sláandi þetta bara eins og gamalt fólk nálega þessi börn sem eru þarna á þessari mynd En í bændasamfélagi þá eru börn vinnuafl, þá við vitum það að í sveitum að þá eru systkinahóparnir kannski 9, 10, 11 og fleiri. En svo þegar fólk flyttur til borgarinn þá breytist þetta því að þá verða börnin ekki vinnuafl en verður svona smátt. Þau verður náttúrulega vinnuafl einhverju leyti en ekki í sama mæli. Nei. Og það voru miklu fordómar gagnvart börnum sem fluttu á mölin eins og kallað var. Og það nú sagt þarna bara í fyrsta kafla frá áliti frá atvinnuveganefnd Alþingis saman við frumvarp húsmenn og það bara talið að börn sem ælist upp í sjávarplássum yrðu bara veselingar og veselmennska gengi jafnvel í ættir, það bara segir beinlínis í áliti þessara nefndar. Þannig að það voru miklu fordómar gagnvart börnum og sem ólust þannig upp. Þau náttúrulega voru ekki eins mikið í vinnu og vinnan var talin svona, leikir voru litnir hotnauga og vinnan var talin svona mjög stór liður í uppeldi barna, venjaði við vinnum eins þeim og hægt var. Og en þegar þau komu í stað svona eins og Reykjavík þá náttúrulega var vinnan ekki eins mikil þó að mörg væri reynda sett í vinnu. Það voru náttúrulega búskapur í Reykjavík líka þó í minna mæli væri inn í sveitunum og þau voru sérstaklega börn svona fátækra barna voru sett í uppskipun og útskipun og fiskvinnu og mótteki og ég veit ekki hvað. Þannig að það var nú ekki þannig að þau væri algjörlega utan vinnu En hins vegar vinni ætt og nær bara fram yfir síðusöld að börn séu að vinna í saltfiski. Já. En hins vegar þá höfðu þau líka tíma til þess að leika sér og hópuð saman og voru þá komnir út fyrir sjóndeildarhring foreldrana og það náttúrulega var ýmislegt sem að gerðist í svona hópum alls konar og þetta þótti alveg voðalegt Það verður frekar í borginni eða í bæjónum þar sem að verða til svona stóri barnahópar og barnaveröld frekar heldur en í dreifðari sveitum. Já, og þar var möguleiki að fara í alls konar hópleiki sem að var kannski minni möguleiki á sveitunum bara vegna þess að það var miklu fleiri börn þar og maður sér það bara á barnabókum sem að maður las sjálfur sem ungur drengur að
þær fjalluðu oft einhverja krakka sem hefur lent í vandræðum í Reykjavík, lent í einhverjum þjófnuðum eða eitthvað og voru svo send í sveit og þar urðu þau að manni. Já, þetta líka, sko, þetta svona ákveðin rómantísk hugmynd sveitina líka sem sko miðstöð menningar. Já, sem ég veit ekki hvort að við séum farin frá, en þetta, ég vorum að tala ástandið fyrir vikunni og þá var meðal annars lausnin að senda stúlkurnar í sveit, Norðurland, þá myndu það losna við sollin og verða betri manneskjum. Já, og það var mjög algengt úrræði, sko, krakka sem lenti í einhverjum vandræðum, sko, kannski bara einhverjum smá þjófnuðum, oft vegna hungus og fátæktar. Að þau voru tekin bara hreinlega af foreldrum og send á sveitaheimili til þess að reyna að koma til manns. Þetta var algengt svona á allra fyrstu áratugum, sko, síðustu aldar. En þetta eitthvað sveitarómatík sem að tengist ekki bara börnum, að má svo sem sjá þetta bara í íslensku bókmenntum fram eftir allir síðustu öld. Já. Svona hugmyndin að þeir hreina lífir í sveitinni og svo sem að tala sannleikan í bókum oft ósnortinn og kemur úr sveitinni og segir satt. Já, þetta var líka í pólitíkinni. Jónas Þór Hriflu, hann var með hugmyndafræði í þessum dúr til dæmis. Þú hefur mikið skrifað Reykjavík og ert kannski að byggja upp frásögn af Reykjavík þar sem hún ekki sollur, heldur. Já, það náttúrulega börn lendi ýmsum hættum í Reykjavík, sko, en þau hefðu líka ýmsa möguleika sem önnur börn hafði ekki. Þau voru hér innan fjölbreytt atvinnulíf og ég tala nú ekki á vorin og haustin þegar kom hér bændur í stórum stíl með fjársöfnuð og alls konar atvinnurekstur og þau kynntust náttúrulega komið erlend skip í höfnina, kynntist útlendingum og þannig að þetta var svona miklu fjölbreyttara líf að mörgu leyti. Og svo náttúrulega þegar skólahald hefst í Reykjavík þá náttúrulega læraði meira heldur en börn í sveitum í raun og veru, sko. Og þannig að þetta var ekkit slæmt að alast upp og kannski miklu betra að mörgu leyti. En það kom það í ljós, sko, það var gerð hér könnun 1930 kunnáttu barna og mörgum mentamönnum til mikillar undrunar þá komu börn í Reykjavík betur út heldur en börn í sveita. Þessu könnu og það var eiginlega þakka niður í þessu, þetta þótti ekki hæfi að birta dómbelli. Herru, þú nefndir að fyrir 150 árum að þá hefur verið litið á börn sem eign foreldra sinna. En svo nefndur að barnaverndaryfirvöld færu og tækju börn af foreldrum og sendu. Þarna hefur eitthvað breyst. Þarna hefur verið þessu samfélagið í börnin. Hvað gerist þarna á milli? Já, sko, þetta nú náttúrulega það alls konar þróun í þessu, sko, og þegar kemur fram á, sko, síðari hluta síðustu aldar að þá farið að hugsa réttindi barnar hreinlega. Og það eru sett ýmist lög sem að tryggja réttindi barna og það hefur færst í aukana bara fram á okkar tíma. Og það komin umboðsmaður barna sem á að gæta hagsmuna þeirra og það eru fleiri slíkar stofnanir sem huga að hagsmunum barna á allt annan hátt en áður var. En barnaverndarnefnd sem var nú fyrst stofnuð 1932 í Reykjavík, hún tók að sér börn sem voru talin hafa lent á villigötum eða voru á heimilum sem voru mikil óregla og eða mikil fátækt eða þau tóku börn gjarnan og sendu á sveitaheimili til þess að þau voru bara hreinlega tekin en það kom nú smá saman. Ég held að það hafi nú verið bara 1930, þá var nú komið ykkur lög þar sem bannað var að taka börn af foreldrum án þeirra samþykkis. Þannig að þetta svona smá saman færist nú í rétt átt. Og þetta heilmikil saga, það nú heil kafli þarna barnavernd. Og þetta voru nú fátækara nefndir áður en barnaverndarnefnd kom til sögu sem að annaðist svona börn. Svo var náttúrulega fullt að töku börnum í Reykjavík líka. Það er til þess að frækt dæmi jarðskjálftabörnin þegar reið jarðskjálfti hér yfir allt Suðurland og bæir hrundu alveg í stórum stíl. Þá tóku Reykvíkingar alveg fjölda barna í fóstur. Og þannig að
þannig byrjun, það var 1907, ég held að það hafi verið 7% allra barna í Reykjavík fósturbörn eða tökubörn. Og það hélt áfram. Þannig að þetta var nú í báðar áttir, sko, í raun og veru. Það var líka kannski algengara þá, kannski eitthvað svona óformlegt stuðningsnett, að það var algengara þá að börn voru alin upp hjá af og ömmu eða systkinum foreldra sinna. Svo var bara algengt að fólk tæki börn í fóstur og reyndist þeim oft vel. En það var svo var náttúrulega þessi niðursetningar. Það var nú vísu orðið lítið það þegar kom fram á síðustu öld. En barnavernd, það fer ekki alltaf gott orð á henni, það voru börninu endur ekki alltaf á góðum stað. Nei. Og það voru fyrst og fremst fátækbörn og þá við getum sagt það í dag svona varnarlausari foreldrar sem að mistu börnin sín í þetta. Já, og svo voru vistheimili sem að fór nú ekki alltaf gott orð á heldur. Það voru stofnuð vistheimili fyrir börn foreldra sem ekki voru talin geta annars með sómasamlegum hætti. Og það kom allt mögulegt upp á þeim heimilum og sömu urðu bara allræmt sko svona eftir að fara að vera aðtúar rekstur þeirra sko. Vegna þess að það var litið á þessi börn sem einhvern veginn gölluð eða það höfðu ekki alveg sama rétt eins og kannski fólk horfði á önnur börn. Já, vel forstöðumenn þessara heimila litu niður á þau og uppnefndu þau og niðurlæði á ýmsan hátt og svo var náttúrulega líka til í dæminu að það væri bara hreint kynferðislegt ofbeldi á ferðinni sko. Það var líka. En þetta var töluvert umfang á þessu að taka börn. Já. Maður velta fyrir sig sko, hver hugsunin? Það litið á að það séu þarna einhver skemmt epli sem að verði að taka út úr samfélaginu og flytja í einhver vistheimil upp til sveita svo samfélag geti þroskast? Hver var hugmyndin á baku þetta? Það var náttúrulega fyrst og næst þetta. Það var bara talið að foreldrarnir gæti ekki annast þessi börn. Og svo höfðu sum lent í afbrotum, svo kallað var. En það var bara oft vegna hreinna fátæktar. Og það er svolítið merkilegt sko á kreppu árunum, það sem var nú mikið atvinnuleysi, að það voru svo kvöldlega barnaafbrot mjög tíð. Og þau voru tekin fyrir að hnupla einhverju og ekki síst mat. En svo kemur stríðið og þá verður nóg atvinna og þá stórfækkar þessum barnaafbrotum. Þannig þetta er bara bein afleiðing af fátækt í raun og veru sem að þetta gerist. Að börn seilast í að það er nú til bjargarleysi. Já, ég er nú þetta kemur nú vel fram í bók Sigurður A. Magnússonar, endurminningum hans æsku. Hann lenti í þjófnuðum og öllu mögulegu og lenti í barnaverndarnefnd. En inni í Reykjavík er svona barnaheimur, það var allavega þegar ég var alast upp. Ég stundum nefnda hérna þegar við erum að tala svona stöðu barna í dag af því að það er svolítið svona fólk að velta fyrir sér hvort að börnunum líði ekki vel og hvort að við séum þannig í samfélagi að börnunum líði verr. Að þá hef ég tekið dæmi af því að þegar ég var barn og sendur út að þá gekk ég inn í Reykjavík þar sem að voru, held ég, 32% allra íbúana voru börn. Já. En ef að ég myndi senda barnið mitt út núna að þá held ég að sé eitthvað bara 17%. Já, þannig að heimurinn sem tók við mér var bara heil barnaveröld sem var eiginlega bara sjálfstæð veröld sem átti ekki svo mikla snertingu við hérna fullorðnu, þetta ekki ennum skóla og svona formlegt íþróttastarf. En það var svona frjáls veröld barna. Já. Þau alveg hertóku alveg heilu göturnar, börnin og þannig var þegar ég ólst upp. Þetta var bara heill barnaheimil, það var náttúrulega miklu meiri þrengsli í íbúðum þá og mæðurnar voru heima og það er náttúrulega það var miklu meiri vinna inn á heimilum þá, það þurfti að sauma og þvo og allt svoleiðis og vélvæðinga var ekki komin á sama stig eins og seinna var. Þannig að og þær áttu fleiri börn heldur en seinna varð. Og þær voru bara þeirri stundu fegnustar á morgnar að koma börnunum sínum út og þau voru síðan bara og svo bara rétt komið til að fá borða og svona og voru bara úti allan liðlangan daginn. Og skólarnir voru náttúrulega 2 og 3 setnir þannig að skólatíminn var stuttur. Það var kannski bara allavega í yngri bekkjónum 2-3 tímar á dag. Svo voru bara börnin úti allan guðslanga daginn og jafnvel sko mjög ung börn, 5 til 7 ára sko.
þau voru bara út á götunni en það urðu slys mjög algengt, sérstaklega á þessum yngstu börnum, sko. Já, ég held að margir á mínum aldri bara muna eftir einhverju sem að dó. Já, það kom fyrir, sko, Bekkjarfélagið minn dó í Ellórabekk og í bílslysi. Já, það kom fyrir, það voru 6-7 börn sem dæi á ári, sko, og þetta var miklu hærra hlutvarslega heldur en þessi bandarískum sambærilegum bæjum, sko, eða borgum. Og það var bara því þau voru eftirlitslaus og þetta var náttúrulega óvitar allar með þessi yngstu börn. En hins vegar var þetta spennandi veröld fyrir okkur krakkana og alveg uppfull af alls konar leikjum og hérna Það var komið hérna félagsfræðingar og verið að ræða þetta að til dæmis þessi frjálsi leikur sé eiginlega mikilvægt þetta sem börn hafi í þroska og sérstaklega í félagsþroska. Og þessi blönduðu hópar þar sem að þú ert að nefna 5 og 6 ára börnin, að þá voru þau oft í hópum með eldri börnum og það var svona náttúrulega misábyrg gæsla en það var einhvern veginn gæsla og taldi að þetta væri eitthvað sem að við ættum eiginlega að velta fyrir okkur sko að við hefum mist út úr samfélaginu. Já, þá má alveg segja það sko. Þetta breytist sko, þetta svona alveg framöndi 1980 og sérstaklega var þetta mikið náttúrulega á vorin og haustin. Það voru allar götur alveg stútfullar af barnaskara má segja. Og svo náttúrulega veturnar í snjónum og allt það. En svona upp úr 1980 þá fer þetta breytast og það eru margar ástæður fyrir því. Í fyrsta lagi þá náttúrulega verður rúm betra þau, það verða að stækka íbúðirnar og þannig að þau fá barnaherbyggi gjarnan sem ekki var kannski Sérherbyggi Sérherbyggi, já. Við voru systkini bara öll saman í samherbyggi? Já, við vorum 3 systkin og við sáum öll í Sennabergi foreldrana sko, þegar ég maður fyrst eftir. Og svo í öðru lagi þá náttúrulega eykst bílaumferðin alveg gríðarlega þannig að þetta var orðið miklu hættulegra. Og svo koma alls konar nýjungar, það koma til dæmis, það náttúrulega kemur sjónvarp og svo myndbönd og myndböndin verða bara eins konar barnapýr. Þá hægt að kaupa sem fara í næstu vídeólegu eða myndbandalegu og setja bara börnin fyrir framann sjónvarpstækið til að horfa á myndbönd og ég tala nú ekki eins og þegar tölvuleikirnir koma og snjallsímarnir og þetta allt saman. Það stungir við börninu svo snuði. Já. Og svo náttúrulega gerist það að skólatími fyrir að lengjast og enda með því að skólanir verða einsetnir og það aukið fjölgar alveg gríðarlega mikið framboði af alls konar tómstundum og námskeiðum og þess aftar. Börn nú til dags eru flest alveg upptekin frá morgni til kvölds skólanum og þau eru í tónlist og dansi og ég tala ekki íþróttum. Þetta var miklu minna þetta þegar ég var alltaf alast upp. Þó að væri náttúrulega krakka væri bæði í tónlist og íþróttum og allt það en þetta bara miklu meira núna og þetta bara eins og sko, ég veit að bara barnabörnum mínum að þau eru bara í vinnu frá morgni til kvölds sko, og kannski bara ég vil ennþá meir en foreldrarnir. Þetta mjög mikið álag á þeim sko, vera með í öllu. Í ballett og í fiðlu. Já, öllu mögulegu sko. Já, það það sem að ég var að vísa í áðan að menn að velta fyrir sér hvort að við mist svona hinn frjálsa leik sem að í gegnum tíðina, í gegnum aldirnar verið sko helsta þroskatakið. Ekki hinn skipulagði sko menntun eða skipulagði æfing. Og svo þið náttúrulega fyrir framann tölvuskjáin eða hvað það nú sko og þá þið bara ein sko. Það ekki félagskapur. En það náttúrulega kannski þroskandi leikir sumir sko sem þið eru í þar en þetta, maður sér ekki börn svona í útileikinu með helst á skólalóðu núna og þá undir stjórn kannski kennara eða fullorðina. En fólk eru óttast börn. Taldi að það væri nútíminn væri ekki góður við börn, ekki góður. Já. Og það í gegnum þú nefndir svona refilstigu og svona þjófnaði og annað slíkt en síðan voru svona óalda hópar. Já. Það var nú eitt af það voru alls konar óalda hópar sem myndist meðal krakka. Ég var í svoleiðis hauskúpan á Seljavegi og svo þetta svo skrítið með svona barnahópa sem voru á götum úti að
það svona ákveðnir, það verða svona myndast, þetta svo á dýrunum, þau helga sér ákveðið svæði. Og svo kannski næsta svæði, það er óvinasvæði. Já, það var rauði krossin var á Öldugötunni og svarta svipan á Meistaravöllum. Já. Svo voru gerðar árásir inn á svæði hins. Já, ég ólst þetta upp á horninu á Barónsstíg og Leifsgötu og mitt svæði var sko fjölbýlishús í Barónsstíg og svo efri hluti Leifsgötu. En við þekktum ekkert börnin á neðri hluta Leifsgötu sem er mjög stutt gata. Og svo töluðum við Grettisgötu skrílin og Braggaskrílin upp á Skólavörðuholti sko. Þannig að þetta svona, það verða ákveðin lögmál sko, þetta mjög krakkana sem skemmtilegt að inn í þessari barnaveröld sem að kannski fullorðnir hafa ekki innsýn inn í, viti ekki þeir að ganga yfir landamæri. Já, ég man eftir bardugum sko bara á í nýbyggingum, það sem við náttúrulega vorum alveg á fulli að klifra í nýbyggingum sko, vinnupöllum og alveg án eftirlits. Þannig að ég man eftir svona bardugum á göngum nýbyggingar Landspítalans sko. En það var nú ekki mikið úr því sko. Þetta var nú meira svona kannski, það var nú sjaldgæft held ég að krakkar slösust í þessu en þetta var svona. Maður með einhverju ör eftir þetta en ekki með alla útlimi. Já, svo steig maður á spýtur með nöglum og ég veit ekki hvað. En þetta hefur alveg gjörbreyting má segja. Ég reyna að lýsa þessu öllu í bókinu og svo ég með kafla hann leiki og leikfeng og allt mögulegt. En þessi svona ótti að börnin séu að spillast. Það svolítið hjá okkur núna, ég tala kannski bara fullt til þess út af snjalltækjum og öllum þessum skjátíma og þá er svona rík hugmynd í samfélaginu að við séum einhvern veginn að missa börnin en er það eitthvað sem er viðvarandi og það bara tilefnið breytist? Já, ég held að það sé alveg örugglega þannig. Og það var til dæmis eitt af fyrstu verkunum barnaverndarnefndar, það var að koma á kvikmyndi eftirliti því að kvikmyndi voru taldið að spilla börnum sko. Og það gerist nú bara snemma á síðustu öld sko. Og svo ég tala nú ekki sko þegar hasarblöðin kom í henni í stríðslok, þau voru talin alveg svakalega fyrir börnin og sjoppuhangsið. Þannig að þetta er nú ekkert nýtt sko. En mér finnst nú börn almennt vera bara mjög mennileg og efnileg hér á Íslandi og miklu meiri heimsborgar heldur maður sjálfur var sem barn sko. Því að nú áður voru öll börn send í sveit og þar meðal ég. Það þótti bara alveg sjálfsagt mál og komaðum af bæjarsollinum sko, hafa þau í sveit á sumrin. Og læra að vinna og allt þetta og svo var nú líka sko áður en að hitaveitan kom þá var hús kólakynnt og götur gjarnan ómalbyggar þannig að það var oft sko svækja og moldrók á götunum sem þótti ekki hollt fyrir börn að vera hér á sumri, það var nú líka það sem að kom inn í þetta. Já, þá voru hugmyndir að til þess að vera gott fyrir konuna og börnin að fara eitthvað út í sveit. Já. Það voru svona orlof. Já. Og einmitt að því að það veri svo vont að vera í hitanum í Reykjavík sumarið. Ég held að það sé líka hugmyndin á baku sumarbústaði. Ég fjalla nú sumarbústaði í sérstökum kafla sko. Það var hugmyndin með því sko. En núna þá náttúrulega taka foreldrar börnin með sér í ferðalag til útlanda og svo framvegis og þannig að þau eru bara miklu heimsborgarar sem að við vorum náttúrulega alls ekki sko, fengum aldrei að fara til útlanda, ég vil þó að foreldrarnir færi sko. Lifðum bara í þessum þrönga heimi sem að kannski var stærri af þeim sökum. Já. Svona meiri. Já. Þetta var náttúrulega heilmikill ævintýra heimur að vera barn hérna í Reykjavík og maður fór í alls konar leiðangra sko. Þú nefndir sjoppunar sem að voru náttúrulega samkomustaðir áður en að heitupottarnir urðu það. Já. Þetta voru ofta eiginlega einu samkomustaðirnir fyrir börnin eða úlingana. Já. Það er nú mest. Úlingarnir áttu sjoppunar frekar börnin. Já. Það var mikil ósköp og þetta var nú til þess að þeim var faktisk lokað að selja genn og lúur því þetta þótti svo spillandi. Það var til dæmis sjoppa á Leifsgötu 4 í nágrenni við mig
og það var gerð Gagnfræðaskóli Austurbær var þarna nú rétt hjá og börnin unglingandi það hann fóru náttúrulega mikið í þá sjoppu og það var gerð samþykkt á skólafundi í skólanum að krefjast þess að þessari sjoppur er lokað og það var nú svolítið verið kennað þessi stóð á bakvið þetta sko og það hafa sagt frá þessi blöðum og þótti hérna mjög jákvætt En börn hérna voru kannski bara börn og svo var það fullorðið. En síðan gerist það einhvern tímann að það kemur millistigarn á milli sem eru svona unglingar og það hefur verið sérveröld. Og ég man eftir því fyrir einhverju löngu síðan að þá sagði eitthvað svona upp á þeirra hljóði við mig hérna það er frábært að vera barn á Íslandi en það er ömurlegt að vera unglingur. Og þá var það, þegar maður er orðið unglingur þá vill maður stærri heim og þá byrjar svona fábreytileikinn og að verða svona þrúgandi. Fjallar þetta Nei, sko, þessi bók sem er nú samin, það var nú barnavinnafélagi Sumargjafar sem fékk mig til að gera þetta sko. Ekki þó til að skrifa sögu Sumargjafar sem er 100 ára þess ári heldur bara til að skrifa um börn og það var ákveðið að hún næði bara barnæskuna til svona 12 ára aldur sko. Það er ekki unglingsárin barnaskóla árin eins og var áður Já ekki unglingsárin. Þannig að unglingsárin þó að börn sko sé börn til 18 ára samkvæmt lögum nú til dags, þá er þessi bók bara börn til svona 12-13 ára aldurs mestalegi. Sem að var í fyrri hluta bókarinnar ábíla meiri tímamót heldur en var í seinni hlutanum. Það er engin tímamót að vera 12 ára í dag. Nei, en í uppafinu þá ertu eiginlega bara dottinn inn í fullorðinsheim. Já. 12 ára gamall. Svo kemur náttúrulega fermingin sem var svona vígsla inn í fullorðinsheiminn. Já. En ég er ekki, hún er ekki svo langt þessi frásögn mín þarna í þessari bók. En það er mikil munur á að vera 12 ára 1870 eða 2024. Já, ég reikna nú með því að það sé mjög mikill munur sko. Það komin fullorðins ábyrgð. Já. Það var alveg ótrúlegt hvað þið voru sett í mikla vinnu 12 ára börn hérna sko. Og meðal annars í Reykjavík. Þau voru bara sett út í skip að hérna út skipin og upp skipin og hérna það er ólíkt eftir menningum svona hversu hvaða sess börn hafa í samfélaginu. Maður sér það bara þegar maður ferðast. Maður getur farið frá Frakklandi þar sem að börnin eru oft svona höfð sér. Einmitt hérna, jáfnvel gefið að borða áður en að fullorðna fólki borðar og svona og svo ferðu yfir hérna til Spánar eða Ítalíu þá allt í einu eru börnin komin og eru með allstaðar og stundum finnst manni eins og það sé eitthvað í íslenskri menningu þannig að við eiginlega bara sjáum alla börnin. Það sé allavega þegar ég var barn sko það var verið að banka svona í glugga og reka mann í burtu en manni fannst það að vera svona og ég þekki það líka bara af börnum að þetta með að vera svona hálf óséður að það með tekur eftir því að það fer misjafnlega í börn sem vilja bara ekki vera börn einmitt út af þessu að vilja bara setja ekki mark á sér eins og annan fólk. En ég held að þetta hefði alveg gjörbreyst það segja nú sumir sko og hefði nú verið haft svona í grín að börn í stjórni núna heimilishaldinni sko það snúist allt þau frekar enn fullorðna fólkið. Já, þau beru of mikla ábyrgð á mjóum herðum sínum. Ákveði hvað er í matinn og hvað ég að gera í kvöld. Og þannig að og jafnvel sko fullorðni sé farin að klæða sig eins og börn, öfugt það sem áður var. Það sem börn voru klædd eins og fullorðnir. Þessi menni í svona hettupeysum og joggingölum. Já. Þannig að þetta hefur nú held ég alveg gjörbreyst sko. En þetta var alltaf svolítið skrítið hér áður að börn voru kannski send í sveit og voru það kannski 4-5 mánuði og sá aldrei foreldra sín allan þann tíma sko. Þetta er náttúrulega svolítið sérstakt og ég býst að foreldrarnir hafa oft verið dauðfegnir að bara losna við börnin sko. Þeir áttu náttúrulega fleiri börn meðaltali sko á þeim tíma. Þannig að þetta var heilmikið álag að vera með stóran barnahóp. En þetta þau voru send í sveit sko fyrir sauðburð og áttu helst ekki að koma aftur fyrir en eftir réttir og skólahaldi var miðaðist við það sko það átti að senda mig í sveit ég var svona átti ekki að fæðast kom svona of seint og senkaði skilnaði foreldra mína en það átti að senda mig í sveit til þess að létta undir með mömmu
En ég kunni ekki við það sko, ég gerði mér upp kíghósta og sóttur. Svo átti að senda mig á Drafnarborg, svo að mamma geti unni hjá Jóni Símonarsinni sem að hann útvegaði pláss á barnaheimilinu. Já. En mér fannst þau vera bara böddar og tengdi ekki við þau og þannig að mamma þurfti að taka mig með í vinnuna til Jón Símonarson og ég var með henni og vann með henni. Já, einmitt, já. Mörg ár. Vann seinna með henni meira þegar ég var 8 ára, held ég hafi unnið með henni í efnalög. Já, það er nefnilega. Að pressa jakka. Já, það er. En þetta var sko með þessi svokölluðu barnaheimili sem er nú kölluð leikskóla nú til dags. Já. Að þau voru uppalega nánast eingöngu fyrir börn sem börn til dæmis einstæðra mæðra. Fyrstu leikskólanum var náttúrulega bara gerðir í Hafnarfirði út fyrir sjómannsekjur. Já, og fyrir börn af heimilum sem það sem voru einhver erfileikar, veikindi eða mikil fátækt eitthvað þess að þar. Og ég til dæmis en börn giftra foreldra átti ekki eingöngu í slíkt. Það er miklu seinna sem það gerist. En barnaheimili voru notið sem gríla á mig sko. Ef ég verið eitthvað óþekkur þá sagði mamma ef þú verður ekki þægur þá verður sendur á barnaheimili og það þótti mann alveg hræðilegt sko. Þannig að þetta náttúrulega breytist mjög mikið og gegnum árinu sko, nú leikskóla bara hluti af uppeldi barna sko. Svo þegar pappa og mamma skildu þá var ég settur á jaðar að ganga yfir. Já. Þá lágum við þarna í kojum sko, mörg saman það var myrkur sko. Ég fjalli jaðar í bókinni. Já, og þá var dregið frá gluggatjöldinu og þá sást eitthvað svona rauðhóll ykkur. Þar var okkur sagt að þarna byggi gríla sem að kæmi ef við verðum ekki stilt. Þannig að lágu börn skítrædd í öllu rúmum. Einmitt. Það var nú stundum skrítið sko. Já, jaðar var einmitt fyrir svona, voru þetta ekki drengir eingöngu? Jú, alltaf mér fannst það þegar ég var í minningunni. Ég held að það var nú ekki, ég hafði ekki verið 5 ára eða eitthvað, eða 6 ára, ég er ekki alveg viss. Þetta var einmitt heimili fyrir svona drengi sem áttu eitthvað, komu svona eitthvað erfiðum aðstæðum, sko. Ég man eftir að það var baðherbyrgi, þar sem voru 2 baðkvör hlið, ógleymanleg sýn, að sjá svona herbyrgi með 2 baðkvörum. Já, það er nefnilega það, sko. Já, þetta var eitt af þessum vist heimilum eiginlega, má segja. En svo voru starfsfólkum að vanna þarna, ég ætlum að segja bara smásögur, og voru frekar hrananleg. En svo kom svona ung stúlka og var að vinna og svona tók eftir það var hægt að tala við hana og ég var svolítið svona lagðaðist að henni en hún, að ég var svona opinn og forvitin þá hafði hún svolítið leikað mér að það er lítil á sem að rennur hann rétt hjá og hún bent á það og sagði þetta er Þjórsá svo bent hún á eitthvað Rauðhólan og sagði þetta er Hekla og allt svona, nefndi allt bara í kring og svo þegar ég var sóttur þá held ég náttúrulega að vera að sýna bræðrum mínum og mömmu hvað ég hef lært og benti á hana og sagði þetta er Þjórsá og þá hlóðu allir og þetta er Hekla og þá hlóðu allir síðan hef ég verið svona frekar tekið svona mátulega trúalega því sem við verið sagt. Það hefur verið sá þannig að torstring í hugaðin. Já, þetta var, ég geti sagt það líka á minni fjölskyldusögu að barnavernd kom og ætlaði að taka eldri bróður minn. Já, það er en mamma alveg þvert okkur vissi það og það var alveg vitað í svona heimi hinna fátæku að þetta voru ekki góð örlög fyrir börnin. Nei. Vissu það alveg. Já. Hún barðist. Það voru svona heimili eins og þessi Kumbaravogi, Stokkseyri og foreldrarnir máttu ekki koma að heimsækja börnin nema bara einu sinni í mánuði held ég. Einn sunnudag í mánuði kannski. Og þannig að það er náttúrulega alveg svakalegt. Og ég tala nú ekki, svo er hérna, ég er með kafla hérna líka vöggustofuna sko, sem er náttúrulega fræga vöggustofa Thorvaldsensfélag, skemmti Thorvaldsensfélagi. Sem hefur verið mikið fjallað bara allra síðustu árum. Já. En var reyndar kom til umræðu í borgarstjórninni í kringum 1970, eða ekki? Jú, það var gagnrýni á þetta. Já, Sigurjón Björnsson hafði frumkvæðið því, hann var nú barnasálfræðingur. Og ég held að hann hafi farið bara í pólitík að því það var ekki hlusta á hann sko
nema hann kemist inn í bæjarstjórn sko. Þannig að það ekki þannig að fólk hafi ekki vita betur, það var bent á ágallan á þessu. Ég held sko að þetta hafi verið svona, það var náttúrulega mikill sóðaskapur á Íslandi hérna öldum áður og alveg fram á 20. öld. Læknar og ljósmæður fóru að berjast mjög hart fyrir auknu seinlæti. Bara til þess að bæta heilsu fólks. Guðmundur Hannesson og fleiri, sú kynslóð. Já, og seinur lofti og forðast alla smithætt og þess aftar. Og ég held að sko þessi barátta hafi kulminerað í vöggustofunum og farið út í algjöra öfgar. Þannig að það var bara að hugsa að það mátti ekki eins og með leikföng af því að það var svo mikið smithætt að talin að þeim. Og allt bara sterilisera raun og veru, allt umhverfið og mæðurnar mátti ekki koma þegar eru það að horfa á börnin sín í gegnum gler og þetta voru bara, sko þetta var eiginlega hinn endin á þessari baráttu, það var að koma út í algjöra öfgar, það var ekkert hugsað andlegu hliðina. Það var það sem að fór það norskeiðis. Þannig eiginlega rekið þetta til Pasteur sem að allt í einu sér alla sýklana sem í kringum okkur og veldur því að fólk alltaf að fara í stólpípu að reyna að hreinsa sig og Kellogg býr til eitthvað hreinan mat sem við þekkjum sem Kellogg's Cornflakes. Og þessi hugmynd að vöggustofa sé raunverulega svona menningarlega hluti af þeirri hreyfingu, að þessi ógn af umhverfinu okkar. Já. Svo voru nú einhverjum ákveðnir uppeldiskenningar líka í gangi sko sem að sumir trúð á að það mætti ekki sýna börnunum ómikla ástúð, þá þið auðmíkjar. Það það alaði upp, þannig að þið samkeppnishæf í samtímanum. Það var sérstaklega hérna einn bandarískur sálfræðingur sem hafði töluverð áhrif. Spokka. Nei, það var ekki hann er eldri þessi, ég man ekki augnablikinu hvað hann hét en hann er frá 1920 og eitthvað. En hugmyndir okkar það hérna, hvernig verður góður maður til, að það er svolítið byggt upp á því að hafa svolítið svona hörku og seglu fram eftir, en kannski síður á seinni árum og nú heyrir maður sko félagsfræðingarna og sálfræðingarna tala að við þurfum kannski að þjálfa meiri seglu upp í börnunum. Já. Þannig það er kannski komið í því að það er ekki alltaf gott að gera, hérna, þú getur verið vondu við fólk með því að vera góðu við það eins og amma mín sagði alltaf. Já, þetta er svona, en til dæmis þegar fósturskólinn er stofnaður, sem var nú upphaflega sko hjá Sumargjöf, þá var það Valborg Sigurðardóttir sem að ræði það mestu og hún er alveg þveröfugar skoðunar. Hún vildi að börnunum verið sýnt mikil ástúð og umhyggja og var algjörlega á móti þessari kenningu þarna sem að þessar bandaríska sálfræðings og það mótaði held ég sko barnaheimili Sumargjafar og það voru meira að segja vöggustofur á stríðsárunum sem að voru allt öðruvísi heldur en þessi vöggustofa þarna Torlasinsfélagsins. 7. áratugnum eða ekki, og kannski byrjaði fyrr. Já, hún kemur þarna einhvern tíðan eftir stríð sko og er fram til 1970 eitthvað. Ég er hérna með það sem kallað helgispjall og þá fæ ég eitt gest hérna á laugardagsmorgnum og fæ ég að kynnast honum. Og ég spyr fólk yfirleitt alltaf hérna, hvort það hafi, þegar það var alast upp, hvort það hafi upplifað sig velkomið og elskað. Og það er rosalega kynslóða hérna, breyting í þessu. Já, það er bara mjög fátítt að ég hitti fólk á þínum aldri eða jafnvel sko svona upp úr mínum aldri sem að svara þessu bara hikstalaust já. Sko. Já. Og þá er það, ég vissi að ég var elskaður en það var svo sem ekkert sagt. Nei. Það ég get alveg sagt það sama, mér var þó að mér foreldrunum þótti vænt mig og ég hefði ekki nýttaði með kvarta, þá var mér aldrei rósað. Það var alveg saman hvað ég gerði og það þótti bara ekki við hæfi að vera að rósa börnum sko. Og pabbi minn fékkst nú við listmálin og ég var góður í tekník og hann gaf nú ekki mikið fyrir það sko. Hann ætlaði ekki að drepa þig með rósi. Nei, það var sko ekki. Og þetta var nú bara lenska held ég á Íslandi mjög lengi. En kannski, Guðjón, að ég má breyta sig yfir í algjöru auðla sálfræði, kannski það ástæði fyrir því að þú hefur gefið út svona mikið af bókum. Já, það skildi á ekki vera. Ég þurfti það getur vel verið. Maður getur ekki svarað því. Það eru gaman að tala við þig um þetta hérna, áhugaverða mál.
Má ég aðeins að því að hérna, ég er þeirra skoðunar að fjölmiðlar er alltaf að bera svip af sínum tímum og það var alltaf kosið núna helgina og ég veit að þú ert hérna pólitískt þenkjandi og mikinn áhuga á stjórnmálum. Varstu glaður úrslitin? Já, ég frekar sko. Já. Mér finnst það vísu leiðilegt sko að þessir eins og Vinstri græn og sósíalistaflokkurinn og jafnvel Píratar hafi dottið út sko. Þú ert ánægður með að hérna, þið jafnaðarmenn eru... Já, ég er ánægður með það. Já. Það við núna meiri möguleika á að hafa mótandi áhrif á samfélagi heldur en þið haft langa tíð. Já, ef að vel tekst til þá, já. En það er svo sem ekki en þá alveg klárt. Það verður úr því. Já. Til hamingju með þann sigur og til hamingju með þessa bók. Já, þakka þér fyrir. Og ég ætla að sitja hérna áfram og reyna að skilja þessa veröld sem við lifum í. Næsti kafli er eftir augnablik. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda.